Fyrst og fremst laktósafrí. Komið í sæl, við byrjum hérna þessari fallegu tunglmynd sem var tekin af landinu svona klukkan 2:30 í dag. Við sjáum að landið meira minna allt hulið snjó og það má sjá að það voru hérna smá éljaklakkar inn á landinu, svona stendur aðeins má segja út úr myndinni. Voru éljaklakkar á sunnanverðu landinu en greinilega skein svolítil sól þarna fyrir norðan og endurkastaðist því mjög mikið af norðaustur ströndinni. En ef við skoðum aðeins framvinduna næstu daga þá sjáum við að það þetta svona nokkuð víðáttumikla lægðasvæði í kringum landið. Því ber þó að fagna að það eru nú engir sérstakir stormar eða djúpar lægðamiðjur í þessu kerfi. Næsta lægð sem við sjáum hérna í myndun langt suður á landi, hún kemur ekki til með að koma við sögu hjá okkur þannig að það má segja að það sé nokkur rólegt veður hjá okkur framundan næstu daga og líklega tími til kominn. En hér sjáum við þróunina yfir landinu næstu daga. Það fer yfir í austan og síðan norðaustanátt í nótt og á morgun. Einhver smá éljagangur á norðanverðu landinu og jafnvel á Austfjörðum og norðausturlandi líka. En birtir til hér á sunnan og vestanverðu landinu. En það má þó búast við einhverjum éljum áfram hér á suðvesturhorninu fram eftir kvöldi í kvöld. Það má búast við því að í fyrramáli verði orðið bjartviðri víða á suðvesturhorninu. Jafnvel 11 stiga frost þarna upp á Bröttubrekku en annars staðar þetta svona rétt og undir frostmarki. Það má alveg búast við því að það verði áframhald á þessu hálku ástandi sem hefur verið á götum mjög víða á svæðinu og það er bara að gera að fara varlega og gefa sér nægan tíma í að komast að milli staða. Það er mjög svipað veður á norðvestanverðu landinu. Það herðir svolítið að frosti þegar við förum til austur sem við sjáum en við Ísafjarðardjúp og eins við Breiðafjörð er hitinn svona rétt frostmarki í fyrramálið. Eftir sem við förum austar að þá koma nú élin aðeins betur í ljós og við sjáum að þessum bláu flekkjum hérna að það er einhver svona slitu él eða él í kortunum í fyrramálið. Það er áfram frost víðast hvar en helst að sé frostlaust á Þórshöfn og mögulega við Raufarhöfn líka alveg við sjávarsíðuna. Á norðaustanverðu landinu þá er svona heldur hvassari vindur má segja á sunnanverðum Austfjörðum en það er líklega bjartviðri víðast hvar þó það sé nú eitthvað smá skúra eða éliluft hérna aðeins úti við ströndina en hitinn áfram rétt eða undir frostmarki. Síðla á morgun það má nú búast við því að það verði svipað veður áfram þó verður nú heldur farið að draga úr ofankomunni á Norðurlandi og élilofti verður líklega bundið við Austfirði og mögulega við svona suðausturland allavega frá Öræfum og að Höfn en líklega verður nú bjart og jafnvel sérst til sólar vestan til á suðaustanverðu landinu. En ef við förum síðan aðeins lengra inn í vikuna sjáum við hér miðvikudagskortið, það gildir klukkan 3. Þarna er komin einhver smá ofankoma á strandir og kannski aðeins ofan í djúpið líka. Annars staðar á landinu er nú yfirleitt bara nokkuð bjart en við sjáum svona bláa flekki hérna víðast í kringum landið, sérstaklega með austurströndinni. Þetta eru svona litlir éljaklakkar sem gæti alveg gengið inn á land með smá ofankomu. En það sé útlit fyrir að það verði meiri snjókoma á norðan- og austanverðu landinu og líka á Vestfjörðum, sérstaklega norðanverðum á fimmtudag. Það kólnar svolítið eftir því sem að líður á vikuna og eftir því sem að vind lægir að það kólnar alltaf meira og meira að nóttu til. Á föstudaginn þá er síðan svipuð vindátt og vindáttin er þetta svona norðaustlæg má segja alla vikuna. Það er áfram bjartviðri yfirleitt á sunnan- og vestanverðu landinu og jafnvel inn til landsins og upp á miðhálendinu en smá ofankoma við norðurströndina og norðaustan til. Það er helst að það verði hiti rétt yfir frostmarki alveg við sjávarsíðuna en annars það er nú svona frost í byggð. En það sem þetta þessi suðaustlæga átt sem að verður yfir landinu aðeins í nótt og í fyrramálið þá snýst í norðaustan og það birtir þá til á sunnan- og vestanverðu landinu. Smá éljagangur norðan og austan til og síðan léttir til norðanlands þegar líður á morgundaginn. Verið sæl.